Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til að ræða við mig dýravernd er Ágúst Ólafur Ágústsson frá Dýraverndarsamtökum Íslands, eða Sambandi. Ég get aldrei munað þetta fyrir ekki. Dís. Já, Dís, það er bara flott. Ritari Dís, velkomin og það er búið að vera ansi margt í gangi í dýravelferðarmálum. Það eru blóðmerahald og það eru hvalveiðarnar og það er svona ýmislegt, en hvað svona, þú ert svona komið til að segja okkur hvað er stoppið í? Já, það er þetta því miður bara næg verkefni. Við Dýraverndarsamband Íslands hélt nýverið upp á 111 ára afmæli sitt, þannig að þetta er eina af elstu félagasamtökum Íslands og það er svo gaman að fara þess aftur í söguna og sjá hver þessi mál voru fyrir til dæmis 100 árum. Þá voru Íslendingar til dæmis brautryðjendur í dýravernd og kemur kannski fólki óvart að við erum fyrsta þjóðin í heimi fyrir rúmlega 100 árum sem friðum hvalinn. Ákveðum að hann sé friðaðar hér. Við erum líka fyrsta þjóðin í heimi sem ákveður að vernda haförnin sem var hérna nánast orðin útdauða. Þannig að þá tókum við mjög flott og mikilvægt skref. Spólum núna 100 ár fram í tíma og þá sjáum við að við erum bara kolrangri leið og listin er bara því miður ansi langur. Það sem hefur núna til þess að verið svolítið umræðinu, það er auðvitað blóðmerahaldið. Við erum nánast eina þjóðin í heimi. Við erum eina Evrópuþjóðin, nánast eina þjóðin í heimi sem er með þennan ógeðfellda iðnað sem eitt fyrirtæki í landinu mokræðir á að taka hér blóð úr fylfyllum hrissum 5-6-7.000 stykki nokkru sinnum á sumrin og haustin til að taka hormón úr blóði þessar hrissa til að síðan búa til efni eða lyf sem þið setja sér inn í giltur, í svín til að hafa áhrif á frjósemisgang svína. Þetta er eins ógeðslegt og hugsa sketur og meðferðin á þessum hestum, á þessum hrissum er vægast sagt slæmur í langflestu tilfellum. Þetta eru meira og meina ótamdar hrissur sem eru settar í þröngan bás og við höfum séð núna nýverið á netinu mjög ógeðfellda myndir hvernig meðferðin getur verið og við hjá Dís, Dýraverndarsambandur, höfum gagnrýnt mikið. Við vitum að Ísteka er með leyfi út þetta sumar. Við höfum núna þrýst á stjórnvöld að endurvekja ekki þetta leyfi. En nú það ráðherra, Hanna Katrín, að bregðast frekar hratt við. Við viljum ekki lendi í því sem við lendum í með hvalinn að það væri eitthvað svona meðalhóf í hættu, að það væri bara of seint að framleggja ekki leyfi. Þannig að nú er boltinn hjá þessa ríkisstjórn. Ætlar þessi ríkisstjórn að framlengja þessi leyfi eða segja bara nú er komið nóg. Við segjum að það er alveg skýrt. Við eigum ekki að koma svona fram við hestan okkar. Við sem hestaþjóð, hesturinn er þarfasti þjóðnir okkar hér gegn 1000 ár og við eigum bara að láta af þessum iðnaði. Hafið þið fengið eitthvað viðbrögð frá ráðherra? Já, við höfum talað ítrekað við hann og fleiri ráðherra og til þess flokkur fólksins sem það lykilstöð í þessa ríkisstjórn eins og hinni flokkarnir svo sem tók mjög skýr afstöðu gegn blóðmerhaldi og allir þessi þrír flokkar tóku afstöðu á fundi með okkur fyrir kosningar að vera á móti blóðmerhaldi. Þannig að sjálfsögðu gerum við þá kröfu að þessi ríkisstjórn framleiki ekki þennan skelfilega iðnað. Þannig eru hins vegar peningar, bændur sem eru í þessu rekstri fá ákveðna tekjur, dýralæknar fá líka ákveðna tekjur eða sinna þessu, eða koma að þessu. Ísteka sem er þetta fyrirtæki sem græðir á þessu, fyrst og fremst það er að græða milljarða. Þannig að við erum að kljást við mikla hagsmuni en þeir eiga bara einfaldlega að lúffa fyrir dýravelferð. Ef við getum ekki komið fram við dýrin okkar að betri virðingu og vernd og velferð heldur raunber vitni þá eigum við ekki að vera í þessu. Þannig að við höfum sömuleiðis verið að safna undirskriftum og það er að fara á dýravernd.is og skrifa undir, það skiptir máli. Þannig að þrýstingurinn er lykilatriði. Við þurfum að láta stjórnvöld vita og við ætlum ekki að sætta okkur við þetta. Við gerum skoðanakönnun sem sýnir að það er mikill meirihluti þjóðanna sem bara á móti þessu. Þannig að það er svo oft margt hérna á Íslandi þá er alltaf sérhagsmunir sem oft vinna. Maður er svolítið þreyttur á þessu og þetta er svo klassískt dæmi sem kannski sérhagsmunir muni vinna nema almenningur og þessi þingmenn sem myndar núna stjórnarmeirihlutann standi nú í lappirnar og standi með dýrónum. Því það er komið tími til. Þetta er við eigum að hætta þessu. Þetta er
Það já, það reyndar kannski úr blóðmerunum og svona yfir í hafið, þá hefur það auðvitað líka verið mikið umræðu. Það eru veiðigjöldin auðvitað sem að kannski bera hæst, en svo eru það auðvitað strandveiðarnar sem fóru af stað. En annað sem að, ég veit svo sem ekki hvort þú hefur séð, það er David Attenborough, Oceans myndin, hún kom út bara núna á dögunum, hún var sýnd í bíó meðal annars. Það sem hann talar með mitt mikilvægi þess að gæta hafsins og dýrana í hafinu. Fóruð þið dísarmeðlimir? Já, við dísarmeðlimir fórum okkur að boða á forsýninguna og Halla Tómasdóttir forseti ávarpaði salinn og mjög gott og hún brýndi almennilega á það hvað þetta varðar. En myndin er frábær, hvet alla til að horfa á þessa mynd sem dregur þetta fram, þessa dökku mynd á meðferð mannkyns á hafinu. Eins og David Attenborough sem nú 99 ára gamall, hann svanasöngur eigin mati, segir þetta er það mikilvægasta. Ef við björgum hafinu, þá björgum við heiminum, segir hann. Og við erum að ganga allt of illa þetta stóra svæði, jörðin er 70% sjór og það sem gerist í sjónum hefur svo mikil áhrif. Það sem kemur til þess mjög skýrt þarna fram er að þessi súrefnismyndun á sér stað í hafinu varðandi þörungana, það er miklu meiri súrefni bundið í hafinu, er búið til í hafinu heldur en í regnskógunum. Á samanskapið bundið miklu meira af koltvísýringi af þörungunum heldur en á regnskógunum. Þannig að stundu talað að Amazon frumskógurinn sé lunga jarðar, það er ekki rétt, það eru þörungarnir. Og jafnvæði í hafinu er afskaplega viðkvæmt og myndi dregur það mjög merkilega fram, til dæmis mikilvægi hvala í hafinu, þar sem þeir eru þetta stærstu dýr sem hafa lifað á þessari jörðu. Og það er eitt skandall og við sátum hann að lúpulegir Íslendingarnir þegar í myndin eru að fjalla að heimurinn hafi bannað hvalveiðar, en við erum náttúrulega eina þjóðin í heimi sem leyfir stórhvalaveiðar fyrir eitt fyrirtæki, beinlínis eitt mann ef út í það er farið, við getum rætt það eftir. En hvalirnir eru hluti á þessu jafnvægi og vistkerfi byggist á jafnvægi. Þannig að þegar hvalur til dæmis deyr, þá sekkur hann niður í djúpið og þar verður hann fæða, sem síðan verður fæða fyrir þörungana, síðan verður þörungarnir fæða fyrir loðnuna, loðnarnir fæða fyrir þorskinn og svo framvegis. Og ef við erum að raska þessu jafnvægi, þá verður að bjóða hættunni heim. En það er annars en þessi mynd dregur líka fram að það er kannski konar veiðifæri við erum að nota, eins og botnvörpuveiðarnar. Þær eru skaðlegar að sjálfsögðu, en almennt sér eru það mjög skaðlegar, ekki síst þegar það eru kannski mjög nálægt grunnsævi og það sem er ykkur botn sem skiptir máli. Og við sáum til þess myndinni þar sem er kannski togarar með botnvörpu bara við strönduna fyrir Vísríki til þess í Afríku, sem er alveg algjör skandal. En við Íslendingar eru mjög umfangsmiklir í botnvörpu. Það eru margar útgáfur af botnvörpu til, en við vitum að botnvörpan er eitt erfiðast og versta veiðifærið til að veiða fiska og það veiðir allt. Það er samt erfitt að vera í fiskveiðum í iðnaðarstíl eins og Íslendingar gera án botnvörpu. En þetta er samt einhver umræða sem við þurfum bara að taka. Ein leið til að mæta þessu er til að stækka verndarsvæðin. Sjómenn sem hafa haft samband við mig, ég var nú að skrifa um þetta daginn, hafa talað um að sum svæði í hafinu hafa verið svo mikið nýtt af botnvörpu að botnið þar er bara ónýtur nú þegar. Þannig að þeir tala um það, þannig að það skiptir einhver mála þeirra mati. En aðalatrið bara valdi ekki meiri skaða en skeður hefur verið og David Attenborough dregur fram í þessari mynd að ef hafi fær að jafna sig, fær tíma til að jafnast þá jafna sig til að hratt. Og ef eitthvað er stækkandi friðsvæði í hafinu hefur síðan áhrif að veiðissvæði annars þar í hafinu verða betri. Því þessi mynd er ekki að tala gegn veiðum almennt séð. Hún er bara að tala skynsamlegri og sjálfbærari veiðum. Það er eitthvað sem Íslendingar ættum að þetta. Ég hitti fyrir strandveiðimenn í landi í gær og spjallaði við skemmtilega bræður sem að bauðu mér borði í trilluna sína og þeir voru að tala um þetta, þessar botnfaraveiðar og mér fannst það svolítið áhugavert sem annar þeirra sagði. Hann sagði, ef þú myndir færa með svona botnvörpu yfir matjurtagarðin þinn, þá getur þú ímyndað þér hversu lítið yrði eftir af honum. Og það er bara það nákvæmlega og ég held að það sé mjög þægilegt fyrir okkur sem eru nú kannski ekki mikið út á sjó að svona ímynda okkur að þú veist, ef þú ert með einmitt eitthvað svona netadrasl og dregur það yfir matjurtagarðin þá það eyðileggur hann. Það rústar því og myndin er mjög
átakanleg hvað það varðar, erum með myndavéla við botnvörpu, maður sér eyðilíka kraftin og það er þetta all lífríki bara endar í botnvörpunni, þannig að þetta er grottaleg aðferð, það verður bara alveg viðurkennast og við höfum séð rannsóknir sem sýna það meðal annars sem snúa að botnvörpuveiðum hér við Íslandsstrendur, Grænlandsstrendur og Noregs, þetta veldur skaða, það veldur gróðurhúsalofttegundir, það sem ég áttaði mig ekki á, að róta svona botninum og ég var nú hans að lesa mig til að það eru nokkrar rannsóknir nýlega sem sýna það að botnvörpuveiðar og það rask sem þær valda meiri gróðurhúsalofttegundum heldur en flugið, hugsið ykkur. Þannig að það er alls konar svona atriði sem skipta máli og við sem sjávarútvegsþjóð, þó við sem lítil, þá erum við stór sjávarútvegsþjóð. Við erum náttúrulega bara eyja. Við höfum ekkert annað en hafið eitthvað. Já, og við erum að reiða okkur á hafið og við eigum allt undir að hafið sé heilbrigt og lifa af og við eigum að koma Hvernig finnst það nýsköpunargeirinn hafa komið svona til móts við þetta með þá bara dýravernd og svo bara umhverfisvernd almennt að sjóna með nytja veiðar og fiskiðnaður versus nýsköpunariðnaður? Ég held að það sé margt spennandi að gera. Ég hef nú nokkur svona heimsótt sjávarklasan og það eru nokkur svona startup fyrirtæki sem eru með þetta markmiði að gera veiðifæri vistvænni og skilvirkari og svona betri fyrir umhverfið. Hvað kemur út úr því verður að koma í ljós? Íslensku sjávarútvegurinn, hann hafi gengið mjög vel í íslensku sjávarútvegi og hann mörguleiti hann að vinna í átt að umhverfisvænni rekstri, var þetta útblæstur og annan slíkt, þannig að hann hefur ákveðin hvati í það. Það er eitthvað sem líka stjórnvöld eiga að hafa. Við höfum að hafa fjárhagslega hvata fyrir sjávarútvegsfyrirtæki eins og önnur í að fara í umhverfisvænni og sjálfbærri rekstur. Ég kenni nú stundum hagfræði í Háskóla Íslands og skattar eru almennt séu svona óhagkvæmir en þeir eru nauðsynlegir en það eru einu skattar sem eru beinlínis hagkvæmir og það eru mengunarskattar. Mengunarskattar eru skattar sem auka hagkvæmni í samfélaginu. Þannig að við má nota það miklu meira og fyrir utan það þeir eru þessi fjárhagslegu hvatar til breyttri hegðunar fyrirtæki og fólks og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem við ættum að huga miklu betur að. Við erum að sjá núna breytingar varðandi bílaflotan, kannski rangri átt ef eitthvað er, en við erum eftir að sjá það eins. En ríkið þarf að Við á gömlu bensíndruslanum, við erum ekkert eitthvað íktglöð með þetta. Nei. En ég meina. En það er endalaust gera meira í nýsköpun hvað þetta varðar. Og Íslendingar hafa nú oft verið framalega í sjávarútvegi og íslensku sjávarútvegur hann er hagkvæmur og þó að kerfi sé umdeilt og þetta eiga sjávarútvegsfyrirtækin greiða hærri hlut fyrir veiðileyfin og þetta heitir líka veiðileyfagjald, mér finnst það skipta miklu máli, þetta er ekki veiðigjald eins og þeir tala þetta er veiðileyfagjald, þeir að fá leyfi til að veiða hér nytjastofna sem er ekki í eigu þeirra og mér finnst svo skrítið þessi útgerðarmenn koma og tala að fiskurinn eigi sér sjálfur, þá er engin þjóðin á þessu auðlind, það stendur bara í lögum, 1. grein, menn þurfa ekki verið mjög læsir til að sjá það. Og þessi fyrirtæki eru með aðgang á einu gjöfulustu fiskimum jarðar og greiða sára lítið fyrir það meðan við þann hagnað sem er átt í stað. Og við sjáum bara hagnað á síðasta ári með þessari hækkun sem ég vona að fara í gegn. Og þá verður hagnaður fyrirtækja 80 milljarðar í staðan fyrir 90 og þá eru þeir búin að greiða allan skatt, allan kostnað og laun og svo framvegis. Þannig að þeir eru ekki að flæðiskeri stattir, þessir einstaklingar og ég vona að ríkisstjórnin ná þessu í gegn en nú er ég aðeins komin í pólitíkin en mér sýnist það að vera erfitt að ná þessu í gegn. Ég þekki nú andrúmsloft í þessu húsi ansi vel og það er svo auðvitað að tala mál í kaf, bara málþóf næra að stoppa á mál. Já, það er nefnilega hans að hætti því og það hafa nú einhverjir svona spekingar verið að spáð hérna við borðið einmitt að þetta verði stoppað, þetta verði ekki tekið fyrir sumarið. Ég hallar svolítið að ég nema þeir geri málamiðlanir. Að þetta verður gerir úr áföngum, nú er maður bara að spá í ykkur leikjafræði en það kemur mér og óvart að þetta færi óbreytt í gegn en samt, við vitum að 70% þjóðinni styður þetta og það er mikill meirihluti fyrir að hækka hér veiðileyfagjöld og það er sanngirnismál, löngu tímabært. Þegar ég var á sínum tíma á þingi þá var ég nú að rekna þessar tölur og aðeins að stríða útgerðarmönnunum því árabil þá komst ég að því að tóbaksgjaldið var meira svo orðið hærra heldur veiðileyfagjaldið og tíma var ég líka með þann samanburð sem er nú ekki réttur í dag en var réttur á sínum tíma að fólk sem keypti sér laxveiði og silungsveiði það greiddi hærri veiðileyfagjöld heldur en útgerðin á Íslandi.
Þannig að þið sjáum hvað veiðileyfagjaldið var afskaplega lágt og það þarf líka bara að uppfylla sko sanngirnis tilfinningu þjóðarinnar og þetta kerfi hefur ekki gert það lengi. Því kerfið sjálfur sem getur verið hagkvæmt og svo framvegis en það þarf að vera sanngjarnt líka og á það hefur vant og útgerðarmenn þurfa líka aðeins að koma í þá umræðu. Það er ekki þeim í hag að vera þverarinn andskotin og vera á móti flestum breytingum. Því það þarf eitthvað betra samtal eiga sér þarna stað. En aftur mér þetta verður klassískt dæmi sérhagsmuni sem oft trompa almannahagsmunina. Því við sem teljum okkur að tala fyrir almannahagsmuni, við erum oft dreifð. Þetta á við aðra málaflokka auðvitað. En það er svo auðvelt að ná þröngur sérhagsmunum gegn með öflugum lobbyisma. Já. Þetta er hitamál. Það bara verður ekki af því tekið. Þú myndist þess á laxveiðina. Nú hefur svona aðeins dregið til tíðinda í þessum, hvað heitir þetta, svona laxarækt, hvað heitir þetta? Já, bara laxeldi. Í laxeldi, alveg stólið úr mér. Kata Odds, hún hefur nú verið mjög öflug þar og hefur farið af stað því að hún fór fyrir Seyðisfjörð og annað. Veistu hvar það mál allt er stað? Sko, Katrín Odds er algjör jarðýta í þessu málaflokki og á hrós skilið fyrir sína baráttu. Við þurfum aðeins að staldra við þarna, varðandi laxeldið. Og við erum að skoða miklu frekar landeldið þar sem það er hægt. Laxeldi í sjó hefur margvíslegar afleiðingar varðandi mengun fjarðarins, botnin þar undir, sjúkdómahættu og svo þetta sleppingarnar. Við höfum einstaka laxastofn og okkur berum ábyrgð að hans sé varin og við sjáum hörmungar sögur frá öðrum ríkjum. Við getum farið til Suður-Ameríku, við getum farið til Færeyja, við getum farið til Noregs. Þannig að vítin eru til að varast og það er einhver ástæða fyrir að menn koma hingað til Íslands, þessi norsku risar. Jú, ég veit þetta skapar störf, þetta veit ég það. Það er náttúrulega voðalega mörg. Nei, en kannski fyrir samfélag, fyrir vestan og kannski austan skiptir þetta mál, ég veit það alveg. En það er margt sem getur skapað störf, en sem getur líka valdið einhverju skaða. Og þannig ég er tortrygginn á þessa leið og aftur segi, við erum að sjá sleppingarslys og vansköpun laxins og annað slíkt sem bara við eigum að staldra við. En þetta er auðvitað líka svo mikið dýravelferðarmál því að og það er eins með þetta og það er þessi og annað í hafinu og landi líka. Það er þessi freki iðnaður sem að við erum einhvern veginn búin að búa til úr dýrunum og þau hafa haft svona fáamálsvara hingað til. Já, þetta er fyrir með þessu fleiri dýr bara því miður. Sjáum svo svínin sem er alveg sorglega því þetta eru greindýr og eins og hundar? Já, eins og hundar en sko við erum bundið því að fara eftir reglum Evrópusambandsins sem var þetta aðbúnað svína. Reglugerðin frá 2014. Við erum búin að sækja undanþágu að bæta örlítið aðbúnað svína. Við erum að undanþágu og þetta var þetta síðustu verku Bjarna Benediktssonar. Það var ekki bara heimila stórhvalaveiðar, það var líka að biðja undanþágu áfram að íslensk svínabú þyrftu ekki að uppfylla bættan aðbúnað svína. Og núna erum við með 19 svínabú á Íslandi og bara eitt þeirra uppfyllir allar þessar kröfur. Og þessi reglugerð frá 2014, það eru 11 ár síðan. Sko, okkur tókst nú að endurreisa hér heilt bankakerfi á skemmri tíma. Af hverju er ekki íslensk svínabú búin að uppfylla þessa reglugerð? Sérhagsmunir. Af hverju er við eina fáum Evrópuþjóðum sem reka minkabú? Við erum ennþá með eitthvað 8-9 minkabú sem borgar sig ekki einu sinni. Því markaðsverðið er yfirlega lægra heldur en framleiðsluverðið. Þannig að þessi grein, ef grein skildi kalla, skapar örfástörf, ekki mörg, hún borgar sig ekki einu sinni. Hvað þá sko dýraneið sem á sér stað þarna. Minkurinn er settur í pínulítil búr og þetta er skelfilegt líf sem þetta dýr býr við og til að búa til pelsa. Pels er ekki nauðsynjavara. Og Norðmenn nýverið bönnuð þetta og Svíar er góðra leið með að gera og mjög marga Evrópuþjóðir að gera. Já, ég veit ekki betur en að það sé á bara svona vel flestum svona svo vintage-mörkuðum í erlendis. Það er til dæmis má ekki endurselja pelsa. Þannig að ég veit að það var stórt skref tekið í London þegar þetta var bara banna reynilega á Brick Lane. Þú ert ekki með pelsa, þú ert ekki með dýrafeld af því að þetta þykir reynilega bara ekki, þetta er barnsins tíma. Þetta er tímaskekkja og þetta er
barnsins tíma og við eigum ekki það er ekki sögulegar ástæður fyrir að vera minkabú hérna. Það er ekki enga markaðslegar ástæður fyrir að vera minkabú. Þetta er bara til að reka örfástörf, þetta er örfástörf og fórnarkostnaðurinn er allt of hár og þarna hefur bara að taka líka pólitíska afstöðu. Ég skrifaði nú greinu daginn öfgar því fólk í dýravernd og náttúruvernd er oft ásaka öfgar og ég bara sneri sér við, hvar eru öfgarnar? Öfgarnar eru í hin áttina eins og ég gat á. Við erum nánast eina þjóðin sem leyfir blóðmerahald. Við erum nánast eina þjóðin í heimi sem leyfir stórhvalaveiðar. Við erum nánast eina þjóðin í Evrópu sem leyfir ennþá minkabú. Við erum nánast eina Evrópuþjóðin sem er ennþá sérstaklega undan það að kemur af svínunum. Við erum eina Norðurlandaþjóðin sem er að niðurgreiða veiðar og slátrun á 6-7.000 heimskautarefum. Þetta er vendu tegund annars staðar. Og við erum hérna þjóð sem leyfir veiðar á 15 fuglategundum sem þó eru á hættulista stjórnvalda. Já, með fyrirspurnar á Alþingi á sínum tíma. Þetta kemur bara fram á svart á hvítu að við erum með fugla á veiðilista og válista. Þessar sömu stjórnvalda. Þú veist, þetta er svo sérkennilegt og svo erum við með 2 selategundir. Önnur selategund á Íslandi hefur fækkað 80%. Það er ekki langt síðan hún var í bráðri útrýmingarhættu, svokallaðar landselur. Hann aðeins að braggast núna. Við erum þú getur enn fengið leyfi til að veiða sel. Þú veist, á hverju er Ísland svona mikil eftirbátur og slugsýr í dýravernd? Það eru einhverjir hagsmunir, sérhagsmunir. Ístega, blóðmerahaldið, Hvalur HF, stórhvalaveiðarnar, svínabændur með undanþáguna, þessi nýju minkabú, þú veist, bændasamtökin í þeirra nafni og svo framvegis, veiðimenn sem vilja veiða þessa fugla, þú veist, hvar eru almannahagsmunir, hvar eru hagsmunir dýrana og talandi það, komandi frá landssamtöku dýraverndar, við kvörtuðum til umboðsmanns Alþingis, var þetta hvalveiðar Bjarna Benediktssonar leyfið og sem bara þarna hefði meðalhófið ekki verið virt að veita þarna 5 ára veiðitíma sem hægt að framleggja út í óendanlega. Já, sem bara endalaus. Þannig var rannsóknarreglan stjórnsýsla ekki uppfyllt á okkar mati því þannig var starfshópur stjórnvalda ekki búin að skila frá sér niðurstöðu. Það var starfshópur forstráðara sem átt einmitt að skoða framtíð hvalveiða. Hæfið, það komu fréttir nýlega að ráðherra Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan á einhverju stigi þessa máls út að hann var tengdur aðalinn sem átti í hvali, fjölskylduböndum. Við vildum umboðsmaður myndi skoða þessi mál. Það vita allir þetta sérkennilega mál með Jón Gunnarsson þegar einhver tálbeita fekk upp úr sinni hans að þetta var hluti af einhverju hrossakaupum. Við sáum þetta bara. Á hverju skoðar þetta ekki umboðsmaður Alþingis? Þetta lítur að stjórnsýslunni og trúverðleikas. Nei, þá kemur umboðsmaður Alþingis og segir ég ætla bara að vísa þessar kvörtunum frá því þið hafi ekki aðild að málinu. Við erum dýraverndarsamband Ísland, við erum landssamtök, en elstu samtök í landinu. Og þú veist, ef við erum ekki aðild, það kemur að dýravernd, hver þá? Ég þurfum að sækja sjálf. Já, á hvalurinn að sækja, hvalurinn dýrið, á langreiðurinn að sækja þú veist. Þetta er svo sérkennilegt. Og þannig hvet ég nú líka stjórnvöld til að útvíkka aðild ef þetta bara strandar á því. Við höfum tekið svona skref umhverfismál gegnum svokallaðan Árósasamning að umhverfissamtök hafa hans auðveldir aðild að kæra sig inn í mál og koma að þeim ferlu. En við þurfum að gera það líka varðandi dýraverndina. Því annars er ekki þetta að gera. Við hvetjum umboðsmann Alþingis fyrst hann vísaði okkar kæru frá að taka út á einn frumkvæði. Og ég ætla nú að fagna því að þó hann hafi ekki gert neitt í þessu hvalamáli okkar, þá er hann samt komin í blóðmeramálið. Já, það barust fréttir bara í fyrra dag. Fyrra dag, hann kom og ætlar að skoða varðandi eftirlitshlutverk MAST og það er annars ég vil kannski nefna MAST, Matvælastofnun. Við erum orðið svo langþreytt á því og telur það algjörða tímaskekki að Matvælastofnun sem heyrir undir Matvælaráðuneyti sem með eftirlit með dýrum og dýravelferð. Við fáum nánast daglega. Það var einhvern tíma að tala að aðskilja þetta. Aðskilja þetta, við höfum bara taka þennan eftirlitsþátt og dýravelferðan bara frá MAST. Það fer ekki sama. MAST er bara með eftirlit með matvælaframleiðslu og það vil svo til að við erum með glænýja stofnun sem heitir Náttúruvísindastofnun. Hún var stofnuð tók til starfa síðustu áramót. Hún er einmitt með það hlutverk að fylgjast með stjórnum á veiðum og villtum fuglum og spendýrum. Hún er líka með hvað heitir lífríkisvernd og annað slíkt, þannig að við erum með þessa blessu
störði hjá mér með þessa blessuðu stofnun nú þegar, það þyrfti ekki sem búa til nýja stofnun. Þannig að við lögðum það til þegar stjórnin var mynduð og vorum að lobbya bak við tjöldin að velferð dýra yrði færð frá matvælaráðuneytinu sem núna atvinnuvegaráðuneyti, sem færa frá matvælaráðuneyti yfir umhverfisráðuneytið og þar undir náttúruvísindastofnun. Og þegar stjórnarsáttmáli var tilkynntur, þá var þetta inni. Við fögnuðum, það átti að gera það, átti að færa nokkra málaflokka milli ráðuneyta og þetta var einn af málaflokk sem átti að færa á milli. Svo þegar máli kemur til þingsins og frumvarpið lagt fram, þessi forsetúrskurður sem talar skiptingu málaflokka milli ráðuneyta, þá búið að taka þetta tilbaka. Þá þetta kom MAST í veg fyrir það. MAST sagði bara nei, við viljum ekki missa þetta frá okkur. Við teljum þessi samlegar áhrif og svo framvegis. Þannig að það var svolítið kjaftsök fyrir okkur því við vorum búin að ná þessi samtölum við ráðherrann og þingmennina. En við töfum þessu slag, höldum þessu bara áfram því við sjáum að MAST ekkert að sinna þessu sérstaklega vel. Nei. Við fáum bara ítröku dæmi það, þessi sinna þessu seint og illa og eflust margt gott fólk í MAST. Og hafi ekki bólmagnið einhvern veginn að því að fjármagnið það fer á ólíka staði einhvern veginn. Absolutt. Því drift. Því drift og þeir eru með bara flókið hlutverk að gegna. Ég veit það alveg og margt gott fólk í MAST, ég veit það alveg. En bara þeir eitthvað bara fagna því að losna við þennan erfiða málaflokk. Því við sjáum að tilkynningar eru að aukast og fólk eru að vera meðvitað þetta sem betur fer og við gerum nú skýrslu fyrir dýraverndarsambandið fyrir nokkrum misserum og þá sá maður bara það mikil aukning í tilkynningum. Því eins og sé, fólk bara stendur ekki á sama þegar það sér vannara hesta eða verður var við illa meira á gæludýrum og svo framvegis, það nær til allra dýra þetta. En þær hafi svolítið átt í þessu þær eru dýrahjálparsveitin. Já, dýrfinna og hafi aukið á og það eru svona þessar unsung heroes í íslenskri dýravelferð vil ég meina. Það eru alveg vinna ótrúlegt starf og hafa svona aukið á samfélagslega vitund fólks dýrin í kring. Það er alveg ótrúlega mikið grassrótarstarf og það er til, þó við séum Dýraverndarsambands Íslands og tölum hagsmuni allra dýra, þá eru svona einstök félög sem lúta að einstöku dýrum. Bæði að finna dýr, bjarga dýrum í neyð. Við höfum mjög öflug félagssamtöku sem sinna villiköttum til dæmis. Já, villikettir einmitt frábært líka. Ég var á sínu tíma að reyna að hjálpa þeim aðeins þegar ég var á þingi. Því þau voru alltaf í endursu stappi við ráðuneytið. Það lítur að merkingum, villtra katta. Já, geldingum. Og þetta voru bara vel meirandi fólk sem var að reyna að sinna villiköttum og á þeim tíma voru 3000 villikettir á Íslandi sem búa við mjög erfiðar aðstæður og þetta bara í fólki sjálfboðinu en var alltaf einhverju stappi við landbúnaðarráðuneytið varðandi merkingar og geldingar og ég fór á marga fundi með þeim þar sem við vorum að reyna að tala saman og ég man það var Kristján Þór ráðherra og svo bara strandaði þetta eitthvað megin. Svona típinn svona stjórnsýslan bara hummaði þetta af sér. Ég held þessi ekki enn búið að leysa þetta mál því miður. Af hverju erum við að því að þú nefndir að fyrir 100 árum vorum við brautareindur í dýravelferð en hvað getum við gert þess að snúa þessu við? Nú finnur við fyrir auknum áhuga og þið eru með aðalfund. Já, akkurat. Við erum með aðalfund á morgun, miðvikudag, 5:00 í Herkastalanum í húsnæði Hjálpræðishersins. Já, niður í bæ. Já, hann er ekki komin á Suðurlandsbrautina. Hann er komin á Suðurlandsbrautina, já, rétt. Og já, við erum með aðalfund þar sem við ætlum að kjósa stjórn og samþykkja ályktanir og fólk getur komið þar sem þangað á erindi. Ég vil líka bara fólk hvetja fólk til að skrá sig í félagið okkar. Við þurfum á fleirum að halda en við finnum að meðbyrni er gríðarlega með okkur. Og ég var nú að tala við vorum að tala saman sínu dæmi svona dýravendarar að við finnum alveg við erum réttu með við söguna. Við finnum hana bara. Og mér finnst eins og að dýravendin er svo náttúruvendin fyrir 30 árum. Kannski fyrir 30 árum þá fór allt á full í náttúruvend. Við fórum að pæli að venda hér fossa og fjöll og firði. Skipti miklu máli. En umhverfismál er ekki bara snúrt til náttúruna, þau er líka snúrt til dýrin. Þannig að nú finnst mér nú að komið að dýrónum. Við þurfum að huga því bæði húsdýrónum og viltadýrónum og við erum með svo fábreytt vilt dýr það eru fleiri vilt spendýr sem lifa á Grænlandi heldur en Íslandi og við þurfum að gera bara miklu betur í þessu þannig að maður finnur alveg ekki síkan var þetta unga fólki samt ekkert bara þar að fólk lætur sem þessi mál miklu meira varða
og veit að dýrin er rétt, þetta eru skynivætar verur. Við erum alltaf að sjá að tilfinningalíf dýra eru flóknara og flóknara. Við sjáum að dýr eru greindari en fólk heldur, margir. Við sjáum að dýr hafa tungumál og ég sá nú sjálf ekki dýra en að kefta. Ég sá það eitthvað á netinu að með hjálp gervigreindina fólk vísindamenn farin að greina tungumál hvala. Já. Við vitum alveg að þeir tala saman, þeir eru með mállýskur og tungumál annars leitt. En hugsið ykkur, ef við næðum að greina tungumál hvala með þeim hætti að við getum talað við þá og þeir við okkur. Að mínum mæti væri þetta game changer, að geta tala við dýr og það einmitt þetta sko, við erum náttúrulega búin að einhvern veginn svona búa til úr, við erum búin að svona í mannréttindum talað dehumanizing og það sem að við einhvern veginn svona við af mennskum þá sem að við ætlum að vera vond við og það er svolítið svona svipað það sem við gerum við dýrin, við einhvern veginn svona við gerum þau að einhverju svona óæðra til þess að réttlæta alla misbeitinguna sem þau svo sannarlega verða fyrir okkar hendi og ég held að ég meina og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir að halda dýrunum þarna en ef að okkur tækist með tækni og vísindum að ræða við dýrun og skilja þau virkilega þá held ég að við værum á allt öðrum stað með bæði með sko matarvenjur og annað. Já, það er bara frábær punkti sko. Það er svolítið erfitt að tala bara dýravelferð og dýravernd án þess að tala matvæla iðnaðinn. Því þetta þarf að ræða saman á hvers konar vegferð við erum þar. Og við sjáum meðal annars okkur aukin áhugi á málefni dýra, það eru þetta meðal annars út af veganisma og öðru slíku, en það er ekki allir veganistar sem eru dýravendarar, en fólk sem vill bara fá betri umgengni og betri aðbúna dýra og eins og segi, þetta er ekki bara skeinlausar skepnur sem við mögum bara koma fram við eins og okkur sýnir. Okkur ber skylda að sinna þessu dýrum ef við ætlum að hafa dýr á annan borð bara með mannúðlegum hætti, það er bara siðferðislega rétt og sem betur fyrir að vera ákveðin vitundavakning þar. Ef við sjáum þessi matvæleiðnaður, hann er auðvitað gríðarlega stór talandi sérhagsmunina og þessi verksmiðju búskapur og við sjáum það meira að segja hér eins og var þetta í svínin og alifuglana. Þetta er bara verksmiðju búskapur. Við tala oft einhverja rómantík í landbúnaði, það er fullt af rómantík í landbúnaði en það er engin rómantík í svínabúi eða alifuglum. Fólk getur kannski séð einhverja rómantík í sauðféðinu og gott og vel en einhver svona iðnaðarskala og hvaða dýr sem á í hlut, það á ekki skilt við einhverja rómantík, það er bara business og þar þarf löggjan og almenningur að setja mörk og við viljum það, við viljum að hænur, við viljum að kaupa egg, það sé aðbúnaður sé með einhverjum skynsamlegum hætti. Já, við veljum okkur hamingjusömu eggibakkana. Akkurat, og við má nota neytendavaldið okkar og alveg hiklaus refsa þeim fyrirtækjum sem við erum teljum að sé ekki uppfylla einhverju lágmarks skilyrði varðandi aðbúna dýra að sjálfsögðu að gera og síðan er þetta boltið svolítið á stjórnvöldum að fylgjast eftir með og það er eitthvað sem þarf þetta að fá fjármagn til að gera, auka eftirlitstíðnin og annað slíkt. Á sínu tíma þegar ég skoða það, þá kom til þess bara ein tilkynning slæman aðbúna svína. Það er vegna þess að það er ekki, þú sér aldrei svínabúið. Nei. Þú ferð aldrei alifuglabúið. Ég meina það eru svona hljóðmannir í kringum þau, þannig að þú heyrir ekki einu svona öskrin. Akkurát, mér döðlangar, dýraverndarsambandi hefur ekki fengið að skoða þetta. Hefði þið sótt að taka út svona dýra? Fyrir en okkar hafa nefnt þetta og þú veist þá bara ekki hér og nú, bara bjóða okkur í heimsókn. Ef þetta þoli dagsins ljós, þá bara leyfa okkur að sjá þetta. En þetta er sem með blóðmerarnar, þá bóndi sem ringdi mig daginn sem var eitthvað skamma með að vera á móti blóðmerhaldi og ég sagði, maður ekki bara koma að sjá það? Bara nei, þú mátt ekki koma að sjá þetta. Þú veit, það sem þolir ekki dagsins ljós, einhver atvinnugrein, það er nú ekki merkileg atvinnugrein að mínum mati. En nýverið fór ég niður á Alþingi og maður tala fyrir, gefa umsögn eitthvað mál. Þá hvatti ég bara þingmenn og það þingmenn í svo kjördamaviku, þá var þingmenn heimsækja vinnustæði. Ég hvatti bara þingflokka, biðji ég bara að fá heimsækja þessi bú. Í staðan fyrir að heimsækja frystihúsin, eins og þau gera alltaf, og allir setja hornet á sig, skoði svínabúin, skoði minkabúin, skoði alifuglabúin. Ég veit ekki neitt þingmann sem við séð þetta, nema kannski þá sem er í þessu rekstri, sem koma þaðan. En við þurfum að bara taka þessu umræðu og fá þetta í dagsljósið. Það mun allir eftir brúnækjarskandalunum
Og þetta tengist líka kannski velferð manna, vegna það var nú frumvarp þingmál Alþingi í vetur sem lauta á svona smithættum, fjölónæma bakteríur og annað slíkt sem meðal annars getur grasserar ef aðbúnaður dýra slæmur, ef þrengsli hjá dýrum of mikil, þá eykst smithættan frá dýri til dýrs og hugsanlega frá dýri til manns. Og við sjáum alveg þessar sjúkdómar sem hæglega geta farið úr dýri og yfir í fólk, bara mörg dæmi þess. Og það kemur oft þegar aðbúnaðurinn ömurlegur, þegar þrengslin eru mikil, sjáum þekkja allir einhverja skelfilega matamarkaði í Asíu eða hvernig það þar sem þetta getur verið svo mikið návígi og kannski ekki raki og hreinlæti ekki í lagi og þar getur þetta bara einfaldlega farið, stökkbreyst og menn það nú kenningum að þannig hefur COVID byrjað, látum það líka milli hluta, þú veist, þetta skiptir svolítið máli. Það helst í hendur að bara réttur aðbúnaður dýra við síðan velferð fólks. Fyrir utan bara hérna siðferðilegu skyldu okkar að koma, sko við erum ekkert eina dýrategundin á þessu plánetu. Þannig að okkur ber skylda að sýna náttúrunni virðingu, alveg svo við eigum að sýna hafinu virðingu og mossunum og skógunum og fossónum allir því. Það ber okkur að sýna bæði húsdýrunum og viltudýrum miklu meiri virðingu og vernd. Og við sjáum ef við lítum bara á jörðina, það tala um lífmassa. Við sjáum að vilda lífmassin, all líf á jörðinni, spendýr, þeir sem eru á landi, þá bara 5% af lífmassanum eru vilddýr, 5%. Fólk svona 30% og restin eru húsdýrin. Ekki síst svín og fuglar. Þetta bara verksmiðjubúskap. Þetta bara verksmiðjubúskap og framleitt umfram þörf í rauninni. Algjörlega, og þú sjáum eins og við lítum á kjúklingin, alifuglana. Þetta er eftir minni að það séum 65 milljarðir kjúklinga á jörðinni. Þannig að það væri geimverar sem kemur til jarðar og segir hvað dýrategund hérna algengur, það er kjúklingurinn sko. Þannig að það sýnir bara þessi framleiðslu vél sem við erum bara búin að búa til ótrúleg. Kjúklingakjöt bara ódýrt og það bara endar þarna og við kaupum kjúkling langt flestir og þetta eitthvað sem bara má líka aðeins hugsa, þú veist, erum við kannski á villigötu varðandi þessar miklu kjötneyslu. Því hún hefur líka ekki bara afleiðingar fyrir dýrin sem slátrað, heldur líka á umhverfi, það var að ryðja skóga, þú veist, að rækta nautgrip, það kostar land, það kostar að ryðja skóg, það kostar vatn, þetta er mjög dýrt prótín sem bak við nautastekin okkar. Og við munum það nú alveg þegar, ég meina það var bara sunnudags lamb kannski. Já. Það var ekki kjöt alla daga í matinn. Nei. Ekki nema kannski unnin kjöt var svona eins og heima mér að bara bjúa og svona. Já. En Ágúst Ólafur, ég ætla að fá að setja punkt hérna í gott spjall dýrin. Það er alltaf gaman að fá þig og ég bara gangi ykkur vel á morgun á aðalfundi. Takk. Þau sem að vilja taka þátt, þau fara bara á dýravelferð.is. Dýravend.is. Dýravend, sérðu, ég get ekki munið þetta. Það er eitthvað að mér í dag, þetta er sólin. Takk hérlega fyrir og tók ég við því að það er meira hér handa við hlið. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.